Við má ekki bara líka þessu við faðirinn ef þetta væri bara kallabolti. Hvernig leikmaður af þessu kaliberi að vera að koma til nýliða? Þetta er hjúts eða ekki? Jú, ég veit ekki segja þetta væri svona ef að þú væri með leikmann sem svona Van Dijk og Messi. Það eitthvað, nei, ég veit ekki hvernig við maður líka þessu saman. Þetta bara risastórt fyrir félagið náttúrulega bara ég myndi segja bara knattspyrnu á Suðurnesjunum í heild sinni. Já, þetta ekki ákveðið mjög sterkt fyrir bara knattspyrnu á Suðurnesjum, hvernig knattspyrnu? Ég held það sko, ég held það. Alltaf frábær leikmaður, frábær karakter, bara virkilega mikið og langar ræður sem hægt að halda jákvæða Natasju. Þannig að það bara gott að fá hana í liðið og bara fá hana í þetta umhverfi sem alltaf verið að stækka og byggja hérna hjá okkur í Grindavík. Þannig að ég er mjög ánægður bara með þetta. En það er greinilega mikill metnaður hjá okkur. Þið eruð ekki komin upp bara til þess að vera með greinilega. Nei, það er bara áfram gakk, þú veist, bara frábært tímabili fyrra og bara komum mörgum á óvart og allt þetta, en kannski ekkert, þú veist, þetta er bara það sem gerist þegar að þú leggur mikið í þetta og mér finnst bara ótrúlega gaman að þetta sé. Já. Látum Víko fyrir þetta logoðu sjálfstöð. Já, alveg rétt, sorry. Mér finnst bara gaman að vera hluti af kvennaliði sem er bara að gefa í ef eitthvað er, þú veist, og við erum bara að búið að vinna virkilega vel, samstarfið búið að ganga mjög vel og búið að vera stígandi í þessu hjá okkur bara eiginlega frá degi 1. Og þetta er klárlega að skref fram á við og við erum bara núna komin í bestu deildina og þá þurfum við bara bestu leikmennina og Natasja er klárlega einn af þeim leikunum. Og ég meina vona á bara fleiri viðbótum? Já, við munum stækka hópinn, við erum alltaf að fara að spila fleiri leiki og munum þurfa að vera með stærri hóp heldur en við vorum með í fyrra og þá er bara óhjákvæmilegt, við þurfum að stækka hópinn ennþá meira. Hvenær byrjuðu þessar pælingar? Og hvað kýtlaði þetta þið ekki bara strax? Það gefur svona eitthvað möguleiki? Jú, þetta var, ég held að við verið svona korter frá því að leikurinn átti HK að flautaðar af. Þá varst þú fann ekki alveg þetta bara, þá var þetta komið að stað. Já. Hún einmitt sagði það sjálf að hún var þetta leikt og hún bara var mér langar að taka hátt í þessu grunnilega. Já, það var þannig allavega frá okkar hálfu, sko. Það var alveg bara, þetta var bara fyrsta nafni sem kom upp, bara nú erum við komin í bestu deildina og hvað er fyrsta nafn sem við myndum vilja fá og það var hún og hún bara. Hún er búin að búa hérna á svæðinu, það náttúrulega skemmir ekki fyrir. Já. Mikla tengingu. Já, og bara þú veist, ef þú vilt að einhver leikmaður sé, ef þú vilt hafa einhvern leikmann til þess að vera fyrirmyndina fyrir krakkana, þá held ég að þú myndir velja hana, þannig að þetta er líka eins og þú segir, þú veist, býr hérna á svæðinu og er tengd inn í Njarðvíkur fjölskylduna, þannig að ég held að það sé bara mjög gott, þú veist, hún er komin í þjálfun líka í yngri flokkum, við erum að fara að taka 7. flokkinn saman, þannig að ég held að þetta sé bara frábært, sko, að vera með fyrirmynd sem að getur, bara gefið af sér til krakkana. Og líka bara yngri leikmanna, eða ekki? Já, fyrir utan það síðan, ef við horfum líka bara inn á liðið, að við erum alltaf með leikmenn sem hafa ekki spilað marga leiki í bestu deildinni en hafa klárlega getuna til þess, þannig að það fer ekkert að milli mála, en það er mjög gott að vera með leikmenn sem hafa reynslu af þessu, þekkja þetta, þú veist, við erum kannski ekki að fara, þú veist, ég veit það ekki, kannski erum við ekki að fara að vinna jafn marga leiki og við gerðum í fyrra, kannski töpuðum við fleiri leikjum, hvernig dílar hópurum við það, þú veist, skrítið að segja, við höfum aldrei þurft að gera það sem hópur, við höfum aldrei þurft að díla neitt við það, þannig að þú veist, alls konar svona og bara, þú veist, svona margt sem getur komið upp á næsta ári sem að við höfum bara ekki upplifað sem lið, þannig að þá er mjög gott að vera með reynslu í hópnum og þannig að, já, klárlega. Ég meina markmið, það er kannski alltaf snemmt að tala um það núna, væntanlega. Ég held að við viti hvað markmiðið okkar er, ef við myndi gefa þér eitt gísk, það er bara, við ætlum bara að vera besta lið sem við getum verið og við erum bara, þú veist, það gekk vel í sumar með þann kultúr sem við höfðum og það er þá nálgun á fótbolta sem við höfðum, eins og nefndir áðan, þú veist, það sem mætti á leiki hjá okkur í sumar og heillaðist líka bara af leikstíl liðsins og hvernig við vorum að gera hlutina, þannig að þú veist, það er eitthvað sem að mér finnst mjög. Ég tek mikið stolt í því sem bara þjálfari liðsins að vera leikmaður af hennar prófíl geti hort á þetta lið spila og hugsa, vá, þetta er geggjað, ég vil vera hluti af þessu, þannig að það er bara sama, þú veist, þetta gekk vel en við þurfum að gera betur, við þurfum að vera betri í því sem við erum að leggja áherslu á og það er bara, þú veist, ég er bara spenntur að sjá, mér er alveg sama hvort við vinnum með að töpum einhverju leikjum, væri ég til í að fara úr bestu deildina næsta ári með 0 stig? Nei, ég væri ekki til í það, en við erum bara að fókusa á okkur sjálf og erum með mjög skýra stefnu sem lið, hvert við viljum fara, hvernig við fótbolta viljum spila og svona.
Það bara, þú veist, þessar pælingar sem eru örugglega leiðilegt að hlusta á en það bara, við erum bara að gera það og það breytist ekkert. Frábært, til lukku með þetta. Takk.